Þá komið að fyrirlestri 2 í LaTeX-inu og við opnum bara Ólíf og opnum skjalið sem við vorum með seinast. Það hægt, það er kannski gaman að segja frá því að í Ólíf þá hægt að byggja möppustrúktúr og það bara fínt. Það mjög þægilegt þess að halda utan það. Fyrst var ég ekki með það. Það var í lagi með að maður var með svona upp að 20 skjölum. En núna þegar maður komið með ansi mörg skjöl og þá verður þetta fljótt að vera kraðæki og þá bara gott að koma sér staði strax góðri skjölum. Ég til þess hef skipt þetta bara eftir önnunum. Ég byrjaði ekki að nota Ólíf fyrir þriðja. Svo bara svona gert fín möppustrúktúr. En við skulum opna saman skjalið sem við vorum með seinast og skoða hvernig þetta leit út hjá okkur. Við vorum búin að fikta hérna með book og article. Sáum það að við vorum með book og þá gátum við notað hérna chapter. En það virkar ekki ef við erum með article. Svo settum við inn myndir og við vorum með ástæðan fyrir að myndirna birtast ekki hérna. Að þegar við erum með draft. Þannig að við bara tökum það út eða setjum final. Og koma myndirna aftur. Þetta, ég hef ekkert átt við þetta skjal frá því að við hættum seinast. Þannig að það var bara svona. En nú skulum við bara halda hérna fram. Og við skulum gera bara hérna new page. Við skulum bara byrja á öðru síðu og gerum bara hérna, gerum bara nýtt section. Hvernig hljómar það? Og þá segjum við bara fyrirlestur 2. Tím 10, svona. Þá erum við hérna með auða síðu fyrir fyrirlestur 2. Fyrirlesturinn í dag, hann verður, þetta myndband, það verður svona, ætli að verði ekki í styttri kantinum. Við ætlum aðalega bara að fara yfir það að setja inn verkefnin okkar og svoleiðis inn í skjalið til þess að geta prentað út og svo skila, eða ekki prentað út, en prentað út á PDF-ið og svo skila. Og þá kannski bara ágætt að strax að setja bara hérna nýja möppu í struktúrinn okkar og venjulega myndi maður kannski skýra möppuna bara myndir. Og við skulum bara gera það, skýrum hana bara myndir. Og gerum bara aðra möppu sem heita dæmi. Og það má auðvitað ekki hafa íslenska stafi eins og svo oft áður. Og ekki bíl. Þetta á bara við hefðbundna forritun. Læri þetta líka í MATLAB-inu. Og þannig að ef við ætlum að setja þessa mynd hérna í möppuna myndir, þá hún ekki hérna lengur. En núna getum við lent í vandræðum að því ef við keyrum á ný, þá kemur við villiskilaboð, myndirna birtast ekki af því að hann finnur það ekki. Þannig að hann heldur að myndin sé hérna ennþá. En hún það ekki. Þannig við þurfum að segja við hann, þú ert að kíkja inn í möppuna myndir, þar finnur þessa mynd. Þá auðvitað best að vera bara frá upphæði að gera góða skjölun. Þá kannski líka við viðeigandi að hafa hérna nýja möppu sem við getum bara MATLAB. Þegar þið farið að setja MATLAB inn, þá þetta orðið nokkuð snyrtilegt. Og þá getur þið skila dæmin hérna, MATLAB dæmi ykkur hér og ykkur myndir hérna. Eða það haft þetta svona bara í einni möppu sem heitir kannski bara fylgiskjöl eða eitthvað svoleiðis. Það verður bara hver að eiga sig. En Ég að pæla eitt, hérna, ég hef séð ykkur að skipum hérna, sem býr til svona path fyrir mann í þess að segja bara alla myndir þannig séu. Já, það hægt að gera það. Ég man ekki hvað ekki heldur. Ég held að það sé sko sett. Ég held að sé svona. Þá getur ég sagt hérna myndir, ef ég að gera þetta rétt og þá þarf ég að taka út aftur hérna. Nei, þá getur það graphics. Það getur við væntanlega verið hérna.
Já, graphics path, segir hann. Jú, þetta virkaði hérna, já, hinn sem að við tókum, já, það var alveg. Nei, hann finnur. Já, þetta er eitthvað með, svo. Þetta var bara forvitni hjá mér, sko. Já, en það er alveg hægt. Sérstaklega ef maður gerir þetta eftir á, þá er fínt að setja bara graphics path og þá þarf maður ekki að skrifa inn myndir. En ég er í einhverjum vandræðum með þetta. Einhverja hluta vegna. Kannski skilur hann þetta. Jæja, við finnum út úr þessu síðar. Þetta er einhvern veginn svona. Skulum við aftur hafa hérna myndir. Þarna var þetta. Svona. Ok. Og núna er ég búinn að skanna verkefni mín af blaði, setja í tölvuna mína og ég skýrði, þetta er bara sama mappa með um daginn en þið myndið hafa það kannski með viðeigandi önnum, þið eru kannski bara með önn 1 eða eitthvað og þá myndið þið vilja hafa allavega hafið þið góða skjölun strax úr þetta, það munar strax mikið um að geta gengið öllu á vísanstað. En nú er ég búinn að taka bæði með Office Lens, þar gerði ég PNG mynd og tók ég bara mynd með Office Lens af skiljaverkefnum þetta. Og það minnkar myndirnar. Ef þetta hefði bara verið bein mynd, beint úr símanum, þá hefði hún verið aðeins stærri heldur en 1,3 megabit. En það sjá strax að ég notaði reyndar Adobe Scan, ég var bara svona komið með dæmi forrit sem þið getið notað til þess að skanna með símanum og setja í tölvuna eða svoleiðis að skýða að öðnu tæki. Og þið sjáu strax að ef maður vistar með PDF, þá minnkar skjalið umtalsvert mikið. Og það munar alveg mikið að maður er að setja mikið af myndum og öðrum skjölum í LaTeX-skjalið okkar. Það verður alltaf auðveldara í keyrslu og annarri meðhöndlun ef maður er ekkert með það á stór. Þá er þetta PDF-skjal og þetta er PNG-mynd. Svo á ég iPad og hef stundum bara að nota iPadinn og fleiri eiga orðið iPada og þá er þetta bara PDF beint úr iPadinn, bara vistað. Og við ætlum að læra að setja þetta inn. Þannig að nú skulum við afturfarina inn í, bara í dæmi, upload, við ætlum að setja þessar myndir hjá okkur inn í. Þetta eru svo 2 dæmi sem ég tók, dæmi 1 og dæmi 2. Þetta er engin sérstök dæmi, þetta er bara dæmi valin handahófi. Og við ætlum að prófa að setja þau inn í LaTeX-skjalið okkar. Og byrjum á að setja bara PNG-myndina frá Office Lens. Og þá getum við annarkvort afritað eitthvað sem var til. Og þá þarf maður að passa sig að breyta label og caption ef á við og öllu öðru. En ég ætla bara að skrifa þetta hérna, svona, byggjur. Og við viljum hafa háið hérna, centering, við viljum hafa það. Caption. Af því þetta er úrlausnir, þá viljum við ekki hafa caption á úrlausnum þegar þið skiljið inn. Ef þetta er ljósmynd eins og hér var ég bara að taka dæmi, en eins og hér, þá myndi maður vilja hafa svona undirskrift. Ég vil segja að þetta sé mynd af LaTeX logoinu. Og þegar þið setjið inn myndir annarkvort úr MATLAB eða
G og G-brú eða eitthvað slist, þá myndum við vilja hafa svona undirskrift undir myndunum. En að því að við erum að skilnaverkefni, þá ætlum við ekki að gera það. Og þá segjum við bara hérna dæmi 1 og 2 og við ætlum að hafa PNG. Og til þess að missa ekki stjórn á þessu, þá skulum við segja við, já, og byrjum bara að segja 0,7 og við þurfum ekki þetta label heldur, við skulum bara eiga þessu hérna, og þá fær myndina okkur inn, en eins og við sjá, það er allt skjalið og hér myndum maður kannski segja dæmi 1 er svona, þannig að og maður skrifar náttúrulega skila mitt og mínar úrlausnir koma hér. Og í einhverjum tilvikum þá fáið þið jafnvel einhver latexskjöl tilbúin þar sem er búið að setja þetta ágætlega upp. Við erum svo sem bara að læra grunnatriðin eins og er. En já, hér er dæmi 1 og en hér er bæði titillinn á blaðinu og dæmi 2 og við viljum ekkert að það fylgi dæmi 1. Þannig að við ætlum að læra að klippa myndina til eða eins og heitir venjulega bara crop og til þess að skipum sem heitir trim og jafnaðarmerki og slökkusjója og mér finnst fínt að setja bara 0 cm, bil 0 cm, bil 0 cm, bil 0 cm og þetta er sett 4 sinnum út af því að hann sker af hvaða hlið. Þannig að ég vil ekki skera frá hægri og hann byrjar að telja hægra megin. Þannig ég hef 0 þar og að þetta er dæmi 1 og það klippa alveg hérna upp. Það ætla ég að gíska það ég þurfa að skera 15 cm af. Ég tek ekki það að finna hægra megin heldur. Það er þó í lagi sjálfsagt til dæmi til taka 3 cm. Skulum prófa að taka bara 3 cm af ofan líka. En þetta er ekki nóg. Þessi skipun rauninni segir til gluggastærðina því sem við ætlum að skera. Og til þess að hann skeri svo myndina þá þurfum við að klippa. Hann þarf að fá að vita það að hann eigi að klippa. Og þetta er stundum bara svolítið föndur. Nú sér hann bara greinilega myndin svolítið stór, þannig að þessi 15 cm fóru ekki nema ansi stutt. Þannig að ef við bara prófum að setja þetta í 40 og þetta þurfa kannski líka að vera einir. Prófum bara að setja 9 og 9. Sjáum hvað gerist. Þetta er stundum, þetta bara svona aðeins svikt. En maður er ekkert lengi aðeins. Sjá þetta hérna, maður fara aðeins meira. Meðan þessi 10. Mér sýnist ekkert veita hérna 60 kannski. Já, það er svo mikið. Sem er kannski í það minna. Segjum bara að klippum á 75, þá er þetta bara orðið nokkuð fínt. Þá lítur þetta svona og þá má ég bara stækka þetta aftur. Setja þetta bara í line width. Gerum það bara. Svona. Nú erum við búin að skila dæmi 1. Og svo viljum við skila dæmi 2 og þá segjum við bara hérna dæmi 2. Þetta er dæmi 1. Og það er úrlausnir. Það er alltaf lagi þetta fylgir með. Það er bara fínt, þá sér maður sko að þetta eigi saman. En maður vil ekki fá neitt meira svo sem. Og þetta kemur dæmi 2. Og þá skulum við bara prófa að skoða hvernig maður setur inn PDF-skjöl. Og skulum nota áfram begin figure. Það er voða þægilegt til þess að halda utanum og öll svona umhverfi sem byrja á begin eitthvað og enda eitthvað eru yfirleitt mjög þægileg og það er oft sem að maður vill einhvern veginn bara hafa þetta svolítið.
Við höfum verið hrifnir af því og við ætlum að hafa háið hérna líka. Annars myndi hann færa það upp. En að því að þetta eru PDF-skjöl, þá ansi líklegt að við lendum í vandræðum. Við skulum prófa núna að setja bara Adobe Scan hérna inn. En hér lendum við í vandræðum að því við erum með marga möppur og ef við ætlum að hafa notað hérna, ef við hefðum alltaf að nota Graphics Path þá hefðum við sett myndir og kíkt inn í möppuna myndir og kíkt svo inn í möppuna dæmi. Þannig að ef maður er með margar möppur þá það ekkert endilega gott nema að sé allt svo ofan í þeirri möppu. Þannig að ef maður er með margar möppur og ætlar að hafa eitthvað möppustrúktur hérna þá ekki nógu gott að hafa þetta Graphics Path. Því þá leitar hann alltaf ofan í möppuna myndir. Nema allar þessar 3 möppur væri svo kannski ofan í annar möppu sem heiti fylgiskjöl eða eitthvað svoleiðis. Eftir hversu vel maður flokkar. Ef við keyrum þetta þá hann skilur þetta og það risastórt. Það að því okkur vantar bara það sama og á. Þannig að við þurfum að setja það hérna. Jæmt og við vorum bara ánægð með line width. Við skulum bara hafa það áfram. Trim, jæmt og slaufa, 0 cm, 0 cm, 0 cm og 0 cm. Og ef við ekki bara prófa það sama áðan, 0,75, 10,10. 10,10. Og sjá hvernig kemur út. Þá hvarf það. Af því að þetta PDF-skjal og það finnst mér mjög líklegt að blaðsíðan sé í PDF-stærð, þess að kringum 30 cm og 5. Vantar kannski ekki klipp? Jú, myndin horfin, sko, en það vantar líka. Það sem mér finnst líklegt að prófa þessa þá 15 sem ég setti fyrst. 3 og 3. Að þetta PDF-skjal þá ætti það að vera í hefðbundinni hérna A4 stærð, sko. En að því þetta dæmi 2, þá viljum við hvort sem ekki klippa það eins. Þannig að við viljum klippa minna neðan af og meira ofan. Þannig að við skulum breyta þessu alltaf að hægra megin, við viljum ekki taka meira þar. Og við skulum breyta þessu það bara í Chrome 10 og við viljum taka minna hérna. Sjáum hvernig 10.10 kemur fram. Þetta var næstum því gott. Þannig að við skulum taka ekki nema 9 neðan frá og höfum það bara 12 að setja inn og auðvitað hægt að setja inn það sem ég gerði í iPadinum. Það svo sem engin munur þar á og þá getum við bara gert, skulum prófa að gera bara það sem heitir Begin Center. Og þá skulum við hafa bara Include Graphics og við vorum bara ánægð með að hafa bara línubreitina. Svo skulum við trimma það og við skulum gera svona 0 cm, 0 cm, 0 cm. Það væri freistandi að prófa að nota þetta hérna, en að þetta ekki sama skjalið, við viljum að prófa að setja inn úr iPadinum, þá vitum við það ekki fyrir víst hvort það passi. Við getum svo sem prófað það, við getum bara sett þetta inn. Athuga hvernig það passa saman. Svo skulum við setja hérna inn dæmi. Þá ætlum við að taka úr iPadinum og stundum býr hann til auka krullusviga, maður bara fengist með því. Hann lætur vita ágætlega. Hérna þá. Þess að kemur úr iPadinum. Klippur svolítið neðan af, þannig að við skulum taka minna neðan af svona. Prófum setja bara 5. Það bara, virðist vera bara flott. Að þetta allt hvítt, þá þetta að sjá kannski hvort að prófa hvort það sé nálægt.
Já, má ég stinga upp og þú setir F-box utan include graphics bara til að sjá. Já. Þá kemur svona rammi í kringum þessa mynd. Og þá séum að það má líka klippa hérna meira. Það þá, þetta vinstri, niðri, hægri. Og allir þetta með ekki vera auka 3 cm, segjum 16. Þá, svona. Og þegar maður verið skjalið alveg hvítt, þá getur verið þægilegt að hafa bara hann ramma hérna. Og rammar það inn dæmi fyrir mig. Og því að þetta á að standa svolítið út úr eins og hérna. Og þá held ég að ég sé bara búin að tæma og af því að ég veit að þeir sem að hlusta hérna á og fylgjast með mér hérna hafa gert þetta nokkuð sem áður, þannig að það er kannski áhugavert að vita hvernig þið hefur gert það. Og þannig að ég skal bara gefa þér orðið, Jón. Hefur þú notað einhverjar aðrar aðferðir við það að setja inn verkefnið í LaTeX? Nei, actually, ég geri það nákvæmlega eins og þú, sko. Ég hef með engin tips. Nei, en þú, Júlíana, hefur þú notað einhverjar aðrar aðferðir en þetta? Ekki aðrar, sko. Ég hef alltaf bara notað Office Lens við að taka myndir af dæmunum mínum og setja þannig inn í Overleaf. Ég finnst það þægilegast. Já. Og iPadin í dag, ekki? Jú, iPadin í dag. Þetta voða þægilegt og fer mjög aukandi. Ég tók eftir það í mínum árgangi, það var 1 sem var með það í stærðfræði 1 og 2 og fljótlega eftir það fór okkur að fjölga, ekki mikið sem. Nú veit ég að ég og Jón og svo einn annar sem hefur verið með iPada. Ég held að það sé ekki fleiri okkar árgangi og svo með þér, Júlína, hafa verið Já, það eru mjög margir. Það eru líka margir að pröfa Samsung tabletin líka, það hefur verið að reynast ágætlega. Já, ég þekki það mjög lítið en ég man að fyrst þegar iPadin voru að koma og keppinautar fóru að prófa. Það voru stöðtæki, ég held ég sé ekki ljúga fyrir það, ég minnir allavega stöðtæki, þannig að það getur sérstaklega í den, sko. Þetta miklu skárra núna, sko, en forritin í Apple eru miklu betri en þessi sem eru í hinu. Allavega sem við vitum sko. Já. Það er það sem er svona helsta vesenið, sko. Það er ekki nógu góð forrit í. Það er þá kannski bara ágætis viðbót við þína fyrirlestur að þegar ég er að gera þetta í iPadin, þá nota ég forrit sem myndir Notability. Og ég veit að þú notar annað forrit, Júlíana. Já, ég nota GoodNotes. Og svo heitir það, þetta sem er í Samsung tableti sem þeir eru með, það er heitir Squid, held ég. Squid. Þetta er þá, held ég bara orðið ágætis fyrirlestur hjá okkur. Þetta eru helstu aðferðintilsetin, þó að hafi reyndar ekki verið mjög munur hér á aðferðintilseta inn í skjalið, en þá var munurinn á að við tölum aðeins hennar ramma út af því að þetta er alveg hvítt skjal. En svo veit ég það að pottet í GoodNotes og Squid en allavega Notability að það getur maður getur litað blöðin, maður getur haft þau, það kannski óþarf að hafa þau dökkblá eða svört en maður getur haft þau svona aðeins kremið þá lítað út svolítið eins og blöð, þá kemur svona. Ég er með eina uppástungu enn. Já. Og sem við svolítið hrifin af, það var nemandi hjá okkur í fyrra, hann reiknaði á blað og svo framvegis, svo að því að við erum náttúrulega saman allan daginn, þá hreinritaði hann dæmin sín bara á töfluna og tók svo mynd af töflunni og sett inn. Já. Búin að æfa sig á blaði og svo framvegis, tók svo bara mynd af töflunni þegar hann var búinn, það kom mjög vel út. Já, tústöflunni? Bara tústöflunni í skólanum, já. Já, ok. Það fór einhvern veginn alveg frá hjá mér þegar ég fór. Já, mér líka. En þetta kemur okkur svipað út, sko, ef maður tekur
Ég myndi að sé það, ég hef greinilega verið með mjög krumpablað, en ef maður er með þokkalega slétt blöð, þá kemur eiginlega svipað út eins og töflur. Já, En auðvitað er þetta mjög sniðugt, því að maður hefur ekki þetta í hug. Og ég gerir þetta reyndar stundum sjálfur. Þá er maður að króta á töfluna og svo er maður ánægður og tekur mynd. Já, ég er svo Og geymi svo það sem maður var að gera á töflunni, bara í LaTeX bókhaldi. Já, menna það er svoleiðis. Ég hef nokkuð sem tekið myndir, en ég hef geymt það bara á góðum stöðum í bara möppum, ekki í LaTeX, en auðvitað það er svo sem ég hef reyndar. Bara minnist á þetta vegna þess að við höfum oft svo mikið tíma, við erum með stofur alveg fráteknar fyrir okkur, það sem að að gera, nota töfluna til þess að æfa sig og ræða málin og svo framvegis. Já, einmitt. Já. Og bæði þessi forrit, Adobe Scan og Office Lens, og þau eru til fleiri, þó þetta séu þau forrit sem ég hef kynnst mest. Og þá getið þið bara að googla Programs to Scan Documents eða eitthvað svoleiðis. En þau bjóða upp á mjög fínar leiðir til þess að taka líka myndir af túrstöflum. Þeir breyta einhvern veginn lýsingunni oft, hvort það sé dokument eða skjal, eða hvort það sé whiteboard eða túrstöflum. Þannig að þá held ég að þetta sé bara komið hjá okkur í dag og við erum bara mjög ánægð vonandi með þetta og vonandi er þetta allt skýrt. Og þá þakka ég bara fyrir daginn í dag. Sjáumst að sinni. Næst tölum við stærðfræði. Takk fyrir.